dýrasti knattspyrnumaður sögunar. Neymar keyptur á 222 milljónir evra. Og þegar fólk fór síðan að reyna að fara aðeins dýpra í þessi gögn og bera þetta saman við eitthvað annað, þá breytti svo sem sagan ekkert. Neymar var ekki bara dýrastur, hann var langdýrastur og hann borinn saman við það þegar Cristiano Ronaldo gengur til liðs við Real Madrid frá Manchester United 8 árum áður. Og þrátt fyrir að við leiðréttum þetta fyrir verðbólgu upp á verðlag ársins 2017 þegar Neymar skiptir, að þá breytist frásögnin ekki. Leiðrétt fyrir verðbólgu Neymar langdýrasti leikmaðurinn. En nú getum við séð eina kannski aðra leið til þess að greina gögn, til þess að segja sögu sem okkur finnst persónulega segja rétt frá, segja rétt að sögu. Eðlilegt að leiðrétta bara fyrir verðbólgu eða þurfum að leiðrétta fyrir einhverju öðru? Þurfum að beita einhverjum öðrum breytum á þessi gögn til þess að segja sögu sem okkur finnst jafnvel vera réttari? Það var breskur fjölmiðill sem réðst í þetta og bjó til sína eigin fótboltavísitölu sem byggir á gangverði knattspyrnumanna á því sama ári. Þá sett upp einhver púli og eitthvað meðaltal og hvaða niðurstaða kemur út úr því. Ef við færum þessa 2 leikmenn á skjánum upp á verðlag dagsins í dag og miðum við niðurstöðuna úr þessari vísitölu, þá það Gianluca heitinn Vialli, þegar hann fór frá Sampdoria á Ítalíu til Juventus á sínum tíma, sem dýrasti knattspyrnumaður sögunar. Og svona getum við haldið áfram og ég gerði það sjálfur vegna þess að ég ekkert endilega sammála því að þetta sé rétta leiðin til þess að svara spurningunni hver dýrasti knattspyrnumaður sögunar. Mín skoðun sú að við eigum ekkert að vera að taka allt mengið í þetta. Mér alveg sama hvert gangverð á leikmönnum hjá litlu liðunum. Vegna þess að dýrustu leikmenn ársins alltaf bara að fara á milli stærstu liðana. Það eru bara þau sem skipta máli. Þannig ég bjó til mína eigin vísitölu. Þar sem ég bar saman söluverðið á dýrasta leikmanni ársins við veltu tekju hæsta liðs ársins á sama ári. Svo færi maður þetta allt upp á verðlag og svo framvegis. Og hvað kemur þá í ljós? Neymar ennþá dýrastur eða það Vialli? Nei, það Zinedine Zidane þegar hann fór frá Juventus til Real Madrid á sínum tíma sem samkvæmt þessari vísitölu dýrasti leikmaður sögunar.